Þá erum við sestan niður, komin með ballerina keks og ready to yap. Ready to yap. Nei, íslenska. Tilbúnar í... Spjallið. Hvað annað orð sem er japp samt? Jappa. Tuða. Þetta tuðbúðið. Já. Við höfum verið svona gert það. Við höfum gert það til, það var gaman. Það var mjög skemmtilegt. Ég held að það ætti bara að vera fastur liður í áskriftunum að tuðaðins. Tuða. Stundum þarf maður að tuða. Stundum þarf maður bara lash out, bara tuða. Það var gott að vera með gott munn sem svo ballerina keks bara. Býta þess að neina á milli og meðan þú tuðar og svo tuða. fæ ég mér meðan þú tuðar og Róbert tuðkeks. Já, mjög gott tuðkeks. Það er líka það er svo skemmtilegt, skilur, það er svona að bróta upp og okkur svona. Já. En, heyrðu, mér finnst því samt svona sem í nakin. Já, við erum stöku gloss. Ertu ekki sammála? Við erum Ég er með bara svona- ótrúlega flotta glossa en það bara lori alveg fram okkur. Þetta er eitthvað nýtt. Plump, Ambition, Hydration, Lip oil. Hyaluron Lip Oil. Ó, já, hyaluron. Það er náttúrulega ekki að setja með rauðan. Ok, við erum með rauðan, svo er eitt svona, mækinn hér, svo eitt svona smá fjóluklærblár, ég held að ég geti fílað hann. Já, þú getur fílað Og hann. svo þessi er líka æði hérna. Það stendur þetta Milky New undir. Milky New, og þessi er Þetta er smá. Crystal Clear. Þú fyrir Milky New? Ég er að hugsa, ég sett ekkert það mikið lipplænir á mig, þannig að ég gæti alveg svona með smá pigment í, sko. Já, þú ert aflátt aldrei pigmentkona, sko. Já. Svo líka eitthvað sem heitir Nude Macaron. Nude Macaroni, hann svona smá bronzy. Já. Þessi smá rosy, worth it. Ok, cute. Hvað er þetta Rosy Worth It eða Milky New? Ég held þennan. Ok. Worth Ég it. ætla að setja á mig Plump Ambition frá L'Oreal. Worth it. Because I'm worth it. Ég ætla að þetta Milky New. Ok, nice. Já, þú ert að setja smá bleika. Já. Já, love that. Ég Love verð that for alltaf að ég you. er með smá dökkan liplænin að vera svona aðeins að lýsa hann upp, sko. Love that. Með sjátt. Og nú sjáum við að opna þetta hérna. Þetta er in real time first try. Þetta er gorge. Það er vá, hann er pretty. Hann er mjög mjúkur og góður. Ok, spennt. Very hydrating. Þetta er, en sko Plump, ætla að fá smá tingle. Passa að setja ekki á mikið. Já. Kannski kemur það. Þetta er svo dökkplömpið maður, mástu við vorum að brenna. Það var líka þarna spicy, þarna Maybelline glossin í hana, já. Hann var rosalegur. Já, maður má ekki setja mikið af svona, en ég ætla að setja mjög mikið, ég skal segja ykkur hérna hvort ég mun alveg brenna. Og já, ég finn alveg að Plump í þessu. Já, ég finn það núna. Ég finn það, já. Ég fann það ekki strax. Ég þekki lyktina, það er alltaf svona svipu lykt af Plumpurum. Það er alveg rétt. Herðu, þessi worth it, vá, komast það flottur. Já, hann er mjög flottur að þér. Ok, love. Ég er líka spennt að sjá, og þið getur líka tekið eftir þeir sem eru að horfa, hvort að glóið haldi sér. Já. Fattur með, henni svo ógeðslega shiny sparkles. True. Hvort það haldi sér út þáttinn. It's a weird test. It's a weird test, það er frábært. Geðið. Mjög gaman að því. Svona, og ganga frá sig. Já, en hvernig ertu búin að hafa það núna? Hvað er mitt? Herðu, bara rosalega gott. Ekki. Þetta er búin að vera góð tímar. Já, bara smooth sailing, cozy. Búin að skýr, nú ertu að plana 30 afmæli. Herðu, ég er að plana frýtsamli. Ekki fyrir þig, fyrir Gunnar. Já, samt svona alveg góð ámenningi, þetta er byrja að plana mitt. Ángríns. Nei, ángríns. Það er stutt í þitt. Ég veit. Oh my god. Ég veit, það er minnir ár, náttúrulega. Já, en sko, ég vill halda mitt. 9 mánuðir. Oh my god. Það ekki. The whole birth. Já, it's a whole, bara meðganga. Já. Hérna, já, en nei, ég veit ekki, þú veist, að því að mér langar alveg, við höfum aftur að tala ógeðslega mikið um þetta í mars, eða þú veist, í februar á næsta ári, þannig að þú veist, bara prepare þig eftir að vera bara, wow, þessi wow. En hérna, mér langar nefnilega að hafa alveg, sko, ég ætla alveg að hafa stórt ámali, alveg major, þannig að ég þyrfti kannski bara að byrja að plana það. Já, það er ekkert villust. Nei, en eina sem er bara svona, væri svo gaman að hafa það þegar það er bara svona bjart og gott veður. En þá þurfti ég að fresta afmælinu mínu. Þú gerir það ekki. Ég hefði það bara í mars. Já. Það er ekkert skemmtilegt að gerast í mars þannig séð. Nei. Eða, þú veist, jú, kannski páskarnar eftir í mars, ég veit ekki. Við erum bara að finna ykkur geggjaðan sal og hafa svona dark vibes, skilur, bara. Já, eða ekki, því að sko, 3. mars er oft mjög bjartu dagur. Já, daginn, en ekki kvöldir alltaf. Já. Jú, þetta verður svona glamúr Veitu, bara. hvaða dag átt ammali? Ég elskar sem pæli ammaliðinu. Já, við erum alveg bara, vorum að ræða Gunnett ammali, svo bara, nei, let's make it about me. Já. Always. Veist sjá. Herru, mars á Vá, næsta ári. ég er ekki bara að pæla hvað. Ég á ammali á 3. Ó. Þannig að ammali mitt verður líklegast
Á deginum undan, eða? Nei, helgin undan. 28. febrúar. Það myndir á helgin eftir. Eða 7. sko. Nei, herðu beta, mín litla á náttúrulega á mánudeginum. Þú þarft að gera það í febrúar. Já. Þá ógeðslega stutt í þetta. Ég er bara nú að segja. Já. Herðu. Þú verður bara að sleppi svo. Já, bara. Nei, en já, þannig að mér langar að halda eitthvað svona. Ég ætla að finna konseptið. Þetta verður að vera konseptamali. Ég búin með Birtu þema. Búin með Murder Mystery. Það er alltaf gaman að hafa þema. Það er svona, ég er bara eitthvað svona konsept. Já. Bara eitthvað svona hvort það sé eitthvað era eða eitthvað svona tímabil eða, ég veit ekki. Fór í mjög skemmtilegt 30-afmæli fyrra sem var, þú veist, svona kúrika, skilurðu. Já, það er ekki. Bara gaman að fólk mætti með hattu eitthvað. Það þurfti ekki að vera flókið. Já. En ég er ekki að fara endilega að fara að halda kúrika-afmæli, sko. Gerðu Kardashian-afmæli. Getur þurfti að gera eitthvað svoleiðis. Fá þeirra OG kökur sem eru alltaf með, það er alltaf með sömu afmæliskökuna. Já, það baka hann upp á nýtt samt, sko. En þú veist, you get the gist. Já, en við pælum við því síðar. En ég er núna að plana, 30-afmæli fyrir einhvern annan en sjálf mig. Fyrir Gunna. Já, ætla að láta gera svona kók fyrir hann, eða? Oh my god, það verður svo sniðugt. Það getur verið cute, sko. Það getur verið cute. Það er samt bara, njóttu með Gunnar, Patrik. Ég get örugglega bara farið til búið að fundi njóttu með Gunnari. Pottet? Já. Það er örugglega til. Það er örugglega einfaldara. Já. Ég ertu bara að sjá það er svolítið erfitt þessi herferð sem er hjá kók að fyrir þá sem eiga kærustur og það er bara eitthvað kvennanöfn til. Strákunar eru í vandræðum, sko. Já, þeir eru í vandræðum, sko. Og örugglega eitthvað stelpur líka, sko. Já. En bara svona, njóttu kók með Birtu og heitir bara kærastæðin bara eitthvað Selma. Hverju fokkar með Birtu? Já, bara akkur til njóttu kók með henni. Þetta er smá erfitt, sko. Þannig að maður sér það núna, fylgist það með þessu. Ok, maður sér þetta ekki. En þú strákar kannski aðeins lengur að velja. Já, og taka bara kallmannsnöfnir í staðinn. Ég get ekki fengið mér þetta kók. Og svo er þetta einhver gælla sem hann er bara búið með það. Já. Og svo, Ákveðins. Það er hræðilegt. Það er eina sem er til, hann er bara svett. Ég myndi alveg vera, bara ef ég segi bara Gunnar bara með eitthvað nafn, sem að ég væri bara, hei. Hver fucking verður það? Kannski ekki valiðara flösku. Já, ég veit. Þetta er skemmtilegt, já. Þetta er erfitt. En hafið þetta bara í huga þegar þið eru að versla að velja annarkvært dósirnar sem eru neutral. Já. Bara steikinni, hlaðvarpinu, eitthvað svona. Það er alltaf safe bet. Það er mjög safe. Já, en það fyrir flöskunar, sko, það er smá erfitt. Það er aðeins flóknara. Já, ef þú ert með maka. Aðeins flóknara. To each their own. Já. En hvað ert þú búin að vera að brasa undanfari? Hvað er ég búin að vera að brasa? Heila ekki neitt, sko. Nei. Bara chillin. Já. Vá, við vorum að plana ferð út. Já, við erum að fara út. Já. Við skvísunar ætlum að fara í chill ferð. Við alla þrjár. Já. Ég er mjög spennt fyrir því. Já. Ég er bara svona loks sumarið mitt komið smá purpose. Að þú ert að fara þessu ferð? Já, að því ég var bara búin að vera geðið veik í 2 vikur eða eitthvað og svo bara svona geðið mikið downtime og svo bara svona svo loksins bókuðu við eitthvað, ég bara yes. Já. Nú er ég spennt fyrir ykkur. Af því að þú veist, við erum svo óheppin í Íslandi, það er bara svona rigningadagar, sko. Það eru svo leiðilega dagar, af því þegar það eru góðu dagar, þá eru þeir svo góðir. Já. Veist, það er alveg þannig. En þú veist, það samt eiginlega bætir ekki upp fyrir þess líðlegu dagar, sko. Nei, ég veit það. Þannig að þó að ef það verður góðu dagar þegar við erum úti, þá erum við samt í 30 gráðum. Já, og 7 júví. Það er rosalega, sko. Ég þarf að fara svo varlega, maður. Já, þú þarft. Ég þarf að fara svo varlega. Bara, þú þarft að nota mjög mikla sólar. Já, bara fyrir ykkur að núti. Ég vissi ekki, ég lenti ekki í þessum Emblu, en það var kannski að ég fór þegar hún var 6 mánuða erlendis. En núna bara ég var svona 2 sólardögum sem við hingum daginn. Ég sko skaðbrann. Og ég setti samt alveg á mig sólavörn. Klifti ég kannski einu sinni eitthvað. En þú veist, gerði það samt. En húðin er víst apparently miklu viðkomari. Beint eftir barnsburð. Já. Líka með þú ert óléttur. Já, líka óléttur, já. Ég ætla að segja, ég held að tengist brjóstakjöf ekki neitt, ég held að segja bara hormóna ójafnvægi eða eitthvað. Held það, sko. Ég er búin að sjá þetta alveg oft á TikTok og ég veit þess að Jóa, hún var alltaf að brenna svo mikið á bumburu þegar hún var úti og ólétt, hún bara brennur alltaf skilur. Einmitt. Þannig að maður er eitthvað viðkomari. Já, það er eitthvað. Þannig að þið óléttu konur með líburuna farið velja. Já. Sittið í sólavörn, alltaf SPF. Alltaf SPF.
always. En já, þannig að það komið smá purpose í þetta. Við ætlum að fara hérna, þannig að það verða einhverju þættir í júlí sem koma bara beint frá Espanja. Það ekki? Jú. Það við ætlum bara, þetta er vinnuferð. Já, en við erum að fara út að vinna. En hérna, við erum bara að fara 2 saman í marga daga, þannig að bíðið bara hvað kemur fyrir okkur, sko. Nei, sko, þetta er ógeðslega fyndið. Það er bara við tvær að fara með barnið okkar. Já. I'm the dad. Já, þetta er svo mikið bara. Ég var líka bara svona, oh my god, já, þú veist, þegar Gunni tekur alltaf morgunblegin og eitthvað þannig, ég mun gefa Sunnu eitthvað svo hlutverk. Nú þú, takk. Þannig að það verður bara gaman. Morgunbleginar. Já. Þú er gott að algjörlega. Nei, hérna. Þú skiptist bara á að fara út að hlaupa og eitthvað. Já, þetta verður bara næs. Já. Og hérna, ég er líka bara spennt að hérna kannski upptíða líka tilbúrslustum bara hvernig okkur gekk að ferðast með 3 mánaða og já. Þetta verður lífsreynsla. Og ég er bara orðin faðir. Já, þú bara, your dad. Já, ég er að fara fyrst til ferðina hennar. I am a dad. Svo er eitthvað að segja við Emblu og herðu, mamma byrjar að fara hérna út og hún bara, já, bara svona ljómað yfir henni. Ég bara byrju, hún er rosalega ánægð með þetta. Hún er, allt þú fer til útlanda mamma og fæ búning. Já, það er rétt. Þannig þarf að panta eitthvað. Já. Ógeðslega auðvelt. Já. Það verður hún verið ekki jealous. Nei, hún var svo bara geðveikt, farðu heim með búning. Já, love that. Bara nice. Thank God. Ég spurði það, það var ógeðslega krúllið, þetta bara í morgun. Ég leiði hérna, hvernig prinsessubúning viltu? Hún sagði prinsessubúning. Hún sagði, þú mátt ráða, en ballerínukjólar eru mjög fallegir. Ok, viltu ballerínukjóla? Hún vil surprise, sko. En þeir eru mjög fallegir. Ok. Kækja. Dúlla. Já, þannig að það verður bara... Það er ekki prinsessa eða? Nei, hún er svolítið mikið núna að horfa á gömlu Barbie-myndir þar. Þar er hún hérna... Svana prinsessan og eitthvað svona, já. Hún er ballerína. Þannig að hún er að horfa mikið á það, sko. Það eru svo creepy. Svo creepy. Ógeðslega creepy þessar mýs og eitthvað. Já, og dregarnir og eitthvað. Já, þetta er alveg creepy dæmi, sko. Mannlega var það svona lett spúkt þegar ég var að horfa á þetta, ég var líkari. Ertu búin að horfa á Mjallhvít sem kom út í mars? Nei. Er þú? Nei, Embla er náttúrulega búin. Hún fór á hann í bíó, sko. Já, hún sopnaði samt. Hún sopnaði einmitt. Og ég fór ekki með henni, þannig ég er ekki búin að sjá þetta. En mér langar smá svona að það allir, og þetta var náttúrulega bara hræðileg viðbrögð. Við höfum náttúrulega mjög mikið tíma úti til að horfa okkur á spólur, sko. Hellingstíma. Þetta verður bara, Við þurfum að binge-watch eitthvað saman. Pældi hvað verður gaman. Við höfum að fara að horfa á Love Island bara öll kvöld saman. Oh my god, hvað það verður gaman. Hversu gaman? Það verður geðvikt. Oh my god. Það er geggjað. Vá, það verður ekki leiðilegt hjá okkur, sko. Nei, ég er svo spennt. Já, ég er líka spennt að taka, við erum að fullu að undirbúa, þú veist, svona einhverja ferðamæka og eitthvað svona þannig, en þetta verður gaman að taka ykkur með. Þeir eru að koma með í ferðalag. Þeir eru að koma með í ferðalag og bara verður velkomin. Já. Það verður svo gaman að hafa ykkur. Það verður svo gaman. Nei, við erum að reyna að kaupa ykkur að sæta svona bleika mæka og eitthvað, sko. Já, við erum eitthvað að reyna. Vonandi gengur það upp. Ert þú að fá mikið á TikTok? Ég fæ þetta svo mikið, þar sem að, þú veist, ok, þið munið að það gett mikið svona trend eitthvað hittast og mála og spjalla saman. Ert að fá þetta með þessu steinadæmi? Nei. Oh my god. Gems? Já, það eru bara vinkunar hittast og það eru að gemma bara. Já, bara bækur og eitthvað. Já, og myndir. Já. Bara þú veist þess að hengja upp og bara ógeðslega flott mynd að strega, bara, þú veist, kannski bara svona prenta út mynd af margarítu til þess og það steinana í réttum litum, þannig að þú er bara með svona glitrandi margarítu. Þetta er sko ógeðslega flott. Og ég er búin að vera bara... Og samt þóli maðinn, sko. Nei, en þú veist, mér langar svo ógeðslega mikið ef bara eitthvað, ef við myndum bara vera með stelpudag, skiluru, hún bara panta fullt af svona, sitja saman og græja, þetta er bara svona sitja og jappa og steina eitthvað, cute. Við gætum alltaf steina mækana. True. It's been a dream. Já. Við getum tekið með út. Alltaf að steina ferðamækana okkar. Já. Það var iconic. Við ættum vel að kaupa svona steinadótar í og taka með. Já. Af því við höfum ekkert betur að gera. Rétt. Við höfum ekkert að gera. Nei, grís. Við ætlum að vera svo tannaðar, sko. Já, við ætlum að vera svo tannaðar. Alveg svona, wow, hey. Já, því að við erum bara basically í húsi með barn. Já. Þannig að við erum bara að fara... Vera tanna. Já. Þú veist, það er langt síðan, ég held ég aldrei farið í svona frí sem ég bara chilla í húsi. Nei. Og gera ekkert, skilju. Nei. Er þið spennt fyrir? Ég er ógeðslega spennt fyrir. Já, það verður geggjað. Já. Við elda bara eitthvað næs á kvöldin líka og bara eitthvað svona labba saman í búðina. Og svona ekkert plan. Já. Þess vanlega fer ég alltaf í ferðir sem er svo sjúla plan. Þegar maður langar svo bara að fara og bara við erum bara að njóta, labba í búðina og elda okkur bara eitthvað næs. Getum gert svona alltaf elda eitthvað, þú veist, sem við aldrei elda áður. Það væri gaman. Já. Mjög gaman. Já. Það væri æði. Það væri geggjað.
En þú veist að ég er náttúrulega fara mest að elda, þannig að þá tekur þú morgunbleiuna. Ok, ég skal taka morgunbleiuna. Ég sé matinn. Og farið ykkur á bleiu. Já, ok. Ég finn hvaða bleia það er. Já, þegar þú ferð eitthvað út og ég er ein með hana, þá tek ég bleiuna. Já, þá tekur bleiuna. Já, ok. Það er gott að vita. Ég skal taka það. En já, þetta var mjög skemmtilegt. En þannig að, já, ég er að fá ógeðslega mikið upp á TikTok. Ykkur er pott að fá þetta líka. Sem er svona verið að steina. Mér finnst það lúka svo skemmtilegt. Já, við verðum líka sko fyrir næsta liveshow að kaupa okkur alvöru svona þráðlösa mæka. Við gerum þessar hreyfingar. Já, ég ætla, ekki horfa á mig. Já, svona stóra mæka. Já. Og steina þá. Já, algjörlega. Og eigu þá bara alltaf. Algjörlega. Það er svo ljótir, svona svartir leigumækarnir sem við alltaf með. Ég veit það. En þú veist, er ykkur að taka svona verkefni að sér? Að steina? Já, hei. Einhver sem er svona flinkur í svona föndri. Í steini? Já. Að ég er rosalega... Þú samt alveg fundur-queen, ég skil ekki alveg. Já, ég það samt, en ég er svona svo ógeðslega óþolumóð og þá fer oft bara allt í vitleysu. Og svona, ég hef mér ekki subba. Sko ég meina. Já. Ég veit svona, ég vil klára þetta af. Já. Þetta er auðvitað eitthvað svona ADHD rage dæmi. Já. Ef það myndi, ég hata líka klístur. Þannig ef það myndi klístrast með stein, þá myndi ég fá svona... Ég með get ekki. Já. Kast þessu og þú veist, það var minn ljótur og þú ert nefnilega mjög vandvirk. Já. Og þú getur En ég er líka mjög hæg. Já, þú ert mjög hæg. Já. Þannig að þú getur bara verið í svona 5 daga að þessu. Já. Ég þyrfti að klára þetta in a sitting. Já, nei, ég geti tekið bara klukktíma hér. Nei, ekki, ég þyrfti að klára þetta af, innan ekki eiga svona inni. Já. Kannski getur við mitt verkefni. Já, því þurfum að nota mækana. Já, satt, já. Það þurfum að gera þetta bara einn degi. Já. En kannski fluginu bara. Já, það getur verið eitthvað. Og taka þarna, eins og Katla alltaf með til að setja, kaupa þannig af henni. Það sé mér, svona gauð sem að... En veistu, það er hægt að kaupa líka svona stickers. Og svona lengjur svona. Já, það er hægt. Svo getur maður nota litla til að fylla inn í. Já, það er enda kannski mjög sniðugt. Það spara mjög mikið að reitskostum. En ég tala um þetta græjuna sem hún er með, það sem er svona seglast einhvern veginn við steinana. Já, ég hef alltaf horfað á hana steinanegluna mínar og ég er bara, hvað í fokkanum getur þetta? Já. Hún er sko með, sér þess að pingu litlir, við kallum þetta kaviarinn. Já, hann fættur. Þetta er pingu litlir margir. Býtum að sjá. Já. Ég bara, hvernig fokkanum gerur hún þetta? Þeir eru svo litlis. Vá. Ég kann ekki meðhendla svona pingu litla hluti. En hún er með svona græju. Já, ég veit. Þetta er sniðugt, sko. Já, mér líður samt þess að ég myndi, ég er bara svona, hvernig er þetta ekki að festast út all? Já. Þetta er lím. Já. Kannski ég fái hana bara til að gera þetta. Ángríns. Bara með þessi naglakona landsins, bara herðu, getur þú tekið smá pásu þetta? Þú tekur bara helgaverkefni hjá okkur. Við erum mjög til það. En ef að fara í topic dagsins? Ég held það. Það er ekkert lengra, veitum að geta bíða mikið lengur með það. Nei. Þetta er skemmtilegt. Já, við sendum inn svona stokkskjald, þannig að þið getur sendt inn alveg nafnlausar játningar. Já. Stundum vill maður kannski ekki senda undir nafni, sko. Ég skil það, en maður vill samt koma frá sér. Já, algjörlega. Ég alveg tengi, ég feitti það, sko. Þannig að við viljum basically að þið séu bara að nota okkur sem ChatGPT, skilur. Já, bara we can be your therapist. Á þess að þið tekum á mikið marka okkur. Ekki leikið upplýsingunum ykkar. Maður fær ekki e-mailinni þannig. Nei, já. Ef þetta er skemmtilegt, þá er alveg gaman að gera þetta oftar. Ég er sammála því. Þannig að sjáum hvað kom hérna inn. Ok, og ég taka bara fyrstu en það neðstu. Já. Ok, það kemur hérna. Ég er svo meðvirk og ég þori aldrei að segja það sem mér raunverulega finnst. Þannig að þegar það er eitthvað drama milli eitthvað í vinkonahópnum, bara við erum mjög stórum vinkonahópi, þá vill fólk alltaf vita hvar allir standa, en ég nenni voru lítið að vera með einhverjum ákveðnum í liði, innan gæslappa. Mér langar bara allir sér góðir, en út af ég er svo meðvirk, þá kinka ég bara kolli og þegar vera að tala frá einhver ákveðnir hlið og þá lúka ég alltaf two-faced. Það make up engan sens en ég vonið skiljið. Jú, það make sense. Ég skil hvað mér er. Það ekki? Jú. Þetta er svona, já, þú veist, þú bara svona kinka kolli og bara, já, og þannig að þú veist, ef ég segjum að sé ykkur 2 aðra vinkonur þínar í bífi og það er koma að báða til þín í sikkur lagi og þú ert svona sammála bara, já, vá, þetta var lélega eitthvað sammála en báðum, svo eru þær bara, já, hún er með mér, byrstaði með mér í liði og bara, nei, með mér í liði þá lukkar maður þú fyrst, skiljum en já. Er þetta með, jú, þetta er alveg smá meðvirkni já, og líka bara svona, hún ennir ekki að blanda þær inn í þetta að þið minnst það góðu kostur. Já. Þú veist, við hefum oft verið í svona dæmi og það sem að mann er ekki að blanda sér inn í eitthvað og þá segir maður bara við þau.
Já, Nei, nenni ekki að blanda minni í þetta. Já. Það bara... Þannig að ef þér líður eins og þú lúkir two-faced með því að þú ert alltaf bara svona kinka kolli og getur þú pröfið að vera sorry, ég nenni ekki að I don't wanna be involved, skilur, bara segja eitthvað þannig. Er það ekki? Jú, algjörlega. En ég skilði þér samt mjög vel, sko, og ég var alveg 100% tekið þennan pól, það sem maður bara, já, með mitt. Já, en svo kannski er maður líka bara sammála báðum, skilur. Svo er það. Kannski er bara báðir in the wrong eða right, skilur. Já. Því maður skilur oft báða hliðar á öllu. Já, yfirleitt sko þegar fólk er að rífast, þá er það bæði in the wrong. Já. Þá gerðu báðir aðilega eitthvað off. Svona yfirleitt. Já. Það er bara svona alls ekki sammála eitthvað. Já. Herðu, ok. Mér líður alveg vel illa yfir þessu, en ég vinn á elliheimili og það eru margir sem ég vona bara fari yfir í næsta heimbráðum. Ok, þetta er svo skemmtilega við játningarna, sko. Sumt fólk er bara svo alveg farið andlega, líkamlega eða bæði og það er svo erfitt að sjá þetta, sérstaklega þegar þau hafa verið hérna lengi. Svo eru líka bara sumir ofbeldisfullir og með alls konar áreitni sem gerir vaktirna miklu erfiðari. Tala augljóslega ekki fyrir alla og ég skammast mín að hugsa svona, en þetta er ekkert líf fyrir fólki. Ja, þetta er alvöru játning. Spill your guts. Já. Þetta er alveg þannig. Enginn getur dæmt það því enginn veit hvað það er. Nei. Og bara, já, ég vona að þú fæst svona relief að fá að skrifa þetta bara... en af hverju játningar eru svona? Já. Manni líður illa yfir að hugsa eitthvað. Já. En það er bara hérna að færðu bara að játa þetta. Já, og það er pottet yfir að núti sem er að hlusta sem er bara ok, þetta er alveg mín játning líka. Já. Vó, heyrðu, næsta er megalátt. Ok, það kemur hérna. Sko, fyrrandi kærasti minn fór alltaf í rektina allavega einu svona dag í 1,5 tíma í vörklass í Kringlunni. Nema einn dag sagði hann væri ætlaði að vera í 1 tíma lengur og alltaf leið með það. Nema svo alltaf því að spurði hann hvað hann hefði verið að æfa, þá stamaði hann og varð mjög suspicious. Ég hugsaði ekki mikið út í þetta að þú vorum búin að vera saman í næstu 5 ár og ég held ég gæti treyst honum. Svo þegar þetta var búið að vera í gangi næstum því 3 vikur þá spurði ég hvort við ættum að deila location með hvort öðru. Hann sagði bara beint út nei og vildi ekki ræða meira. Svo næsta dag spurði ég hann hvað hann gerði í rektinni þann dag og hann sagði að hann var bara aðalega bara á hlaupabrettinu. Svo kíkti ég í snjallúrið hans og hann var bara búin að labba 2000 skref. En ef hann væri búin að vera á hlaupabrettinu myndi ég halda að hann væri búin að labba aðeins byrja það. Ég konfrontaði hann á endanum og spurði hvað var hann að gera. Enn og aftur vildi hann ekki ræða þetta. Ég var líka búin að finna margar vísbendingar það að hann væri að halda framhjá. Til dæmis mátti ég varla snerta síman hans og þá myndi hann fríka út og mikið meira. Þannig ég ákvað bara meðan hann var í sturtu myndi ég taka síman hans og tengja mig við Find My hjá honum og næsta dag ákvað ég elta hann í rektina. Nei, þá var hann bara á dansæfingum til þess að surpræsa mig fyrir brúðkaupi okkar sem átti að vera 5 mánuðum seinna. Hættu. Við alltaf dreymtum að fyrsti dansi væri fullkominn og hann var að æfa sig fyrir það. Ástæðan fyrir að snjallur var að hann mátti ekki hafa úr í þessum tímum og það var bara regla hjá kennarum. Nú erum komin 2 ár síðan og við hlægjum bara þess í dag. Akkur þetta er eitthvað svona típis sem þú myndir lendi. Þetta er ógeðslega cute. Og það tók allt annað turn en ég held. Já. Og hvað þú skemmtir. Þið ruined the surprise. Gríms. En smá krútlegt. Ok. Yfirmaður minn bað mig að koma á vakt en það var spáð sól allan daginn svo ég laug að honum og sagði að ég væri ekki heima. Ég var heima að tana. Já. Hafa ekki allir tekið sér persónulega. Ég veit. Hann var ekki með vakt. Hann bað hann bara að koma á vakt. Já, hún sagði nei. Já. I get that. Já. It's your life. Já. Þú lifir ekki fyrir vinnina. Nei. Vaktavinnu, skilju. Nei. Ég dæmi þetta ekki. Ekki neitt. Ég var hrifin að kærasta vinkonu minnar. Það er játning, sko. Damn. Það er ríkalegt. Það er svo vont að verða hrifin. Já. Ég held að ég sé lessa, en þú er ekki að segja neitt. Elsku. Já. Bara
ást til þín. Ég held það. Mitt stærsta leyndarmál að ég var með anorexíu, samt eiginlega búin að ná fullu recovery. Það hjálpaði mér alltaf að hlusta á ykkur og þannig náði ég að dreifa hugunum og líða betur. Æi, vá! Oh, baby. Já. That's so cute. Til hamingju, vel gert. Svo vel gert til hamingju. We are proud of you. Ok, ekki verið að langa bara að segja, ég elska tebúi, alltaf verið your number one fan. Ok, ég með eina játningu sem langar að segja frá. Þegar ég var í 10. bekk var ég og kærastinn minn þá nýhætt saman, en ég var ennþá mjög hrifin af honum. Við vorum saman í bekk og hittist á hverjum degi, svo kemur ný strákur í bekkinn sem ég þekkti áður en hann kom og ég vissi að hann var rosalega hrifin af mér. Þannig að ég og vinkonum mín gerðum plan sem endaði því að ég byrjaði með nýja stráknum í bekknum bara til þess að gera fyrrverandi kærastinn minn öfundsjúkan sem virkaði. Svo hætti ég með nýja stráknum og hann var mjög leiður en ég byrjaði eftir með fyrrverandi. Nýji strákurinn endaði svo að skipta skóla og ég hef ekki séð hann síðan. Ok, búinn, takk fyrir mig. Hún segir líka hvað finnst ykkur ég hef frekar átt að gera. Ég meina... Ok, það var allir tekið petty move. Þetta mjög ljótt. Já. Þetta mjög ógsljótt, auðvitað. Gagnvart nýja stráknum. Já, obviously, við þurfum ekki að segja það, en það hafa allir tekið eitthvað petty. Já. You're only human. You're only human. Það eins og við getum sagt. Já, þú veist, við ætlum ekki að þykjast fyrir eitthvað betri manneskjur, þannig að þú gerði bara það sem þú þurftir að gera. Já, og bara þú það. Já. Ég og kærastinn minn erum búin að vera saman í 2 ár og allan þennan tíma hef ég vitað að við séum fjórmenningar. En hann veit það ekki og ég veit ekki hvort ég segja honum það, einhver ráð. Oh my god. Herru, smá pása? Og við erum að byrja aftur. Ég ætla að lesa aftur síðast sem við lásum. Já. Ég og kærastinn minn erum búin að vera saman í 2 ár og allan þennan tíma hef ég vitað að við séum fjórmenningar en hann veit það ekki og ég veit ekki hvort ég að segja honum það. Eitthvað ráð. Fjórmenningar ekki alveg svolítið close? Það svolítið mikið close, sko. Já. Það svolítið mikið close. Liggur ekki línan eftir, þú veist, fjórmenningar þú veist, og svo 5-menningar þá þetta ekki pæli. Já. Það er good to go. Alveg frendiðinn, sko. Þetta alveg frendiðinn, sko. Ég myndi bara spyrja að, þú veist, ég held að þetta sé bara plástur. Illu best að loki og bara rífa hann af, sko. Ég meina, hvað getið þið gert? Er þetta eitthvað sem var hættið saman með það? Yfir? Þú veist, það er allir gangur á því en ég held að sem er mikilvægt að báði viti þetta samt. Já. Right? Jú. En hann hefur líka bara, hann ætti bara vera búin að tjekka á þessu sem Íslendingur. Já. Það ætlum öll að gera það. Já. Ættum öll að gera það, sko. Hérna kemur, á ég taka næsta? Já. Þetta er ekki neitt svakalegt, en mér langar að skrifa eitthvað, en ég var í skíðaferð og sá pabba vinkonu minnar þar með nýju kærastinn sinni. Kærastan sérst þekki foreldra mína og þau voru saman út að borða með okkur. En ég gat ekki sagt neitt út af vinkonu mín vissi ekki af því og það var fyrir eitthvað vandrarlegt út af ég hef þekkt vinkonu mín og pappina sér í öðrum bekk. Þannig að þú fórst basically að sjá pappa vinkonu hennar með kærastan í fyrst skipti og hún vissi ekki eins og af því. What? Þetta er vont. Já. Þetta er óþægilegt staða, mjög óþægilegt staða. Líka óþægilegt eitthvað svona að viti þetta og hún viti þetta ekki. Já, það er ræðilegt. Já, það er svolítið vont, sko. Ég var eins og labba heim úr skólanum í 7. bekk, bjó smá langt frá skólanum og tók mig hálftíma til að labba heim og alla vinkonur mínar byggu hinum með við skólan. Þannig ég labba alltaf ein heim. Ég er búin að vera sprengsinn 10-leiti og klára ekki skólanum fyrir 14:20 en ég neitaði að pissa í skólanum vegna einhverja ástæðu. Og á leiðinni heim var ég alveg að pissa á mig og sá svona manhole, veit ég hvað heitir í íslensku. Það var engin nálægt og ég reyndi að lyfta lokinu og það virkaði. Ég dreif mig að pissa ofan í og girði svo upp á mig buksunar. Ég hef sagt neinu frá þessu fyrir núna. Og ég tengi svo mikið við svona, ég geti svo margar játningar hvar ég þurft að pissa þegar ég er í spreng. Næst þegar já, þetta er bara svona, hvað heitir þetta, holræsi? Já. Já, þú veist, næstu við gerum þetta, þá ættum við að setja játningar frá okkur inn í þetta líka og reyna að giska hvað erum við. Já, ég tengi mikið við svona, þú veist, það sem við þurfum að vera bara ég pissa í mig ef það gerist ekki núna. Hvað er það líka? Af hverju þarf maður alltaf að pissa þegar maður er komin heim?
Ég heldur bara svona blaðinu bara hvað safe space bara. Alltaf pissa í sig eitthvað. Já, rétt fyrir utan bara. Og leiðum að veita maður frá heim. Fyndið. Ég kynntist einu sinni gæja á Snappi. Við vorum að hittast og vorum næst því byrjuð saman nema hvað þá kemur ljós hann frændi minn. Það var nefnilega þannig að við vorum boðin á sama ættamót og þá tjekkum við Íslendingabók og núna ekkert smá vandrá að hittast á ættamótum. Hvað er málum þess að frænda sig? Hvað ekki allir að tjekka alltaf? Einmitt. What the hell? Já. Þið verður að passa upp á þetta, krakkar. Já. Kast. Wow, næsta. Buckle up, this is a long one. Já, wow. Herri, ég held ég þurfa hleðslutæki fyrir þetta. Herri, já, ertu deyja? Já, ég held að bara... Are you dying? I'm dying. Þetta verður a road. Já, bara á meðan líka um að tala svona pissu dæmi, sko, það var alltaf gott að vera með góð steinefni og sölt. Þannig að ég ætla að segja ykkur frá drikknum mínu sem ég er búin að vera að gera núna. Ég er búin að vera að fá mér alltaf bara kokteil á mótnana. Elska það. Já, þannig ég gerir bara annarkvæmst brúsa eða glas, bara með fullt af klökum. Ég byrjaði að setja vatn og Happy Hydrate og kreatínið frá Happy. Ég er að reyna að duglega að taka það núna. Vel gert. Og svo er ég búin að nota venja Girl Scout Gut, 4 skeiðar úti. Smá góðgerla með. Já. Blanda þessu öllu saman og þetta er bara svona, you feel like a whole new person. Ég trúi því. Svona ég segir það heimindæmi að því ég tók þetta morgun. Já. Bara alltaf, ekkert allt endilega á mótnana, sko. Kannski bara svona setja partí líka. Já, bara þú manst eftir, sniðut. Já, að þetta er alveg svona, þú veist, mikil vöku og svona. Þannig að maður vil ekki vera kannski, ef maður er óglætt á mótnana að taka þetta þá. Já. En ég tek þetta svona hádeginu eða eitthvað þannig. Þetta er bara þú sigrar heiminn. Já. Þú ert með steinefni og allt þetta. Svo ert með kreatín fyrir gymið og build-up og þú ert með góðgerla fyrir mallan frá venja. Mæli sjúklega mikið með þessu. Já, þetta er æðislegt. Sniðugt. Já. Og líka næst að þú veist, það getur verið svona overvelmingur ég þarf að taka kreatín, ég þarf að taka Happy og ég þarf að taka Girl Scout Gut. Og ef við erum bara, hey, sitt allt í eitt kokteil. Svo sniðugt. Já. Svo sniðugt. Mæli með. Þú mæli með þessu. Ok, förum í þetta. Buckle up, this is a long one. Þetta er fyrirverandi sem ég hef ekki séð síðan þetta gerðist sem var fyrir 5 árum. Ég var 20 á tímanum og ég og kærasti minn til 3 ára vorum bara að halda upp á stóramæli með því að fara upp í sumarbústað til hans. Nema hvað, ég hef búin að vera að skynja eitthvað rosa skrítið væp frá honum síðustu vikur þar sem hann búin að vera eitthvað off. Ég reyndi ekkert að pæla allt of mikið í því að við fórum upp í bústað og bara allt frábært, áttum æðislega fyrstu nótt, blikk. En svo þegar við vorum að borða kvöldmat daginn eftir, þá fær hann símtal og afsaka sig og fer út á pall, sem mér fannst mjög skrítið, svona eins og var að leyna einhverju fyrir mér. Þegar hann kemur aftur inn, þá spyr ég hver þetta hefði verið. Og hann fer allur í keng og segir bara engin sem þú þekkir. Seinna kvöldið, þegar hann fer svo í sturtu, er ég bara til upp í rúmi og horfa Sex and the City. Þegar síminn hans lýsist upp og ég sé skilaboð. Skilaboðum voru frá vin okkar, kallum hann bara Ara. Ég ákvað að tjekka hvað Ara var að senda á hann því að ég held að þetta væri kannski eitthvað surprise fyrir mig. Það var ekki að kíkja með þetta surprise. Ég ákvað að tjekka hvað, en svo var ekki. Þegar ég opna símann þá er það fyrsta sem ég sé er voice note og ég hlusta á það. Ég hefði ekki átt að gera. Þetta var bara Ari, phone sexing, kærasta minn. Svo skrolla ég hans ofar og þá er þetta ekkert nema dirty skilaboð og hellinga vídeum að þeim gera alls konar kinky hluti sem ég kúast ennþá við hugsunum að hafa séð. Þarna kom adrenalín inn og partur sem ég vissi ekki og partur sem ég er ekki viss að ég hefði átt að gera en það er búið og gert. Ég var svo brjáluð að ég fer inn á klósett þar sem hann í sturtu, tek fötin hans án þess að hann sjái, ásamt lyklunum hans og svo síðasta sem ég geri áður en labba út er að slökkva á rafmagninu. Ég hleyp út á risastóru lóðuna, næ bílinn hans og keyri í burtu. Oh my god. Það er mjög löng innkeyrsla og langt að fara og engin bústaður kring ásamt því að það er október og ískalt úti. Ég sá svo í myndavélakerfinu frá bústaðnum í símanum hans. Var hann með síman hans líka? Hann hlaupa alls brúti kuldan og ráfum. Ég verð viðurkenna að ég vorkenndi smá þarna en ég hélt bara mínu striki og keyrði heim í bæinn. Hvað segir ég? Var þetta rétt? Ég þarf að vita meira. Hver átti bústaðinn? Hann? Já, sumarbústaður hans.
Oh my god, hvernig vissu hvað þetta slökk á rafmagninu? Það svona helt rafmagnstabla, oft verið að slá út eða eitthvað. En hún greinilega með síman hans, þannig að hvernig fokkanum reddaði hann sér eftir þetta? Skilur. Fór hún tilbaka að því endi, ég þetta að vita meira. En oh my god, það rosalega, þú heldur bara vinur kærastæðin sé að senda. Ég var að bíða eftir að þú veist, það var bara að skýra einhverju gellu Ari. Já, ég líka. Nei, það var þetta bara vinirnir bara hrilla okkur öðrum hana. Jesus Christ. Það crazy. Það rosalegt, ég get ímyndað mér sjokkið. Þetta algjör sjokka því að þú veist, þetta líka svona, maður aldrei einhvern veginn svona, þú veist, maður gleymur að vera sössum vini, fattur? Já. Maður bara það ekki. Ef maður heldur að maki sinns er gagkinniður, skilur þá maður ekki að pæla í vinnunum. Þá maður ekkert að pæla því. Þannig að þetta svona double shock. Já. Það bara, ok, hann ekki gagkinniður, eða þú veist, hann kannski... Hversu intimate þetta, skilur, ef hann oft með vinsinn líka, og þú bara, og líka þú veist, þau gerðu það kvöldið áður, blikk. Já. Það er ekki svo þau hafa ekki verið líka eitthvað. Oh my god. Þannig hann skotin í Ara, eða hann bara með eitthvað kink fyrir Ara, eða Ari skotin í honum, Ari gay, eða þú veist, hvað málið? Þeir báðir að lauma með púkast? Og hvernig enda þetta svo? Ég þarf að vita meira. Þetta allt og spennandi. Hvernig það var sambandi við þig, hvernig konfrontar þetta? Já, og hvað sagði hann? Hvað er hans ásökun? Já. Er hann með Ara í dag? Já, hvernig staðan? Þetta fyrir 5 árum síðan. Hvað búið að gerast? Ég þarf að vita þetta. Þú verður að senda okkur meira. Vá. Það stendur bara Ara update. Já, please. Inn í þetta formið. Vá. Ok, viltu fara með næsta? Já. Ég var næstum farin heim með gaur af djamminu. Beilaði á seinustu stundu þrátt fyrir að hann var mjög ítinn á það. Nokkrum dögum seinna sé ég hann og konun hans, vissi bæði að alls ekki af henni, tilkynna þau vona barni. Hræðilegt. Új. Paldi ég, þú beilaði líka, ekki hann eitthvað. Nei, hann var bara ítinn. Vona barni. Nei. Kallmenn, sko. Új. Ég fór einu sinni heim til Gauris á bíl fyrirverandi. Við vorum on and off þá og ég sagði hann að stjúpa mín átti bílinn. Næja. Komst allavega frá A til B. Já. Ég hef farið í ljós stanslaust í 3 ár og ég er 17 ára. Ég veit að þetta er ótrúlega slæmt fyrir mig og ég skíthrædd við að fá rukkur og krabbamein í framtíðinni en ég bara háði þessu og ég get ekki hætt. Bokkar, þetta bara að fara síðan þú varst 12 ára eða eitthvað. 13 ára. 14 ára. That is not nothing. Nei, þetta er erfitt. Já. Hún bara fara síðustu 3 ár og er 17 ára. Já, 14 ára. Já. 16, já, passar. Það ekki. Tökum bara smá tíma í þetta. Já, kannski, já. En bara þú gerir það sem þú bara ábyrða sjálfur en við getum bara sagt þér að þú færð hrukkur. Já, og bara ennþá verra krabbamein. Já, en þú 100% færð hrukkunar. Já. Það er bara, there's no question þar. Þú færð þær, sko. Gerðu okkur allavega þann greiða að tjekka blettinu einum reglulega allar halds áfram. Og bara henda þessu ólafurinu eða eitthvað. Já, og bara hætta. Já, helst náttúrulega. En þetta er játning. Já. Herru, kærasti minn er búin að halda fram hjá mér með sameiginlegri vinkonu núna í nokkrar vikur. Hann veit ekki að ég viti. Ég er búin að setja upp dulnar myndavélar allt húsu okkar. Já, ég ætla að ná þeim á mynd og sína öllum vinum okkar. Oh my god. Og ég ætla líka að senda tengdafóröldum mínum þessar myndir. Sjá hvað þeim finnst það svona er að sé að halda fram með konunni sem er búin að vera við hliðið hans í 7 ár. Þetta er bara fullorðin manneskja, sko. Ég er að fara til útlanda með systur minni í næstu viku í 5. sem gerir gott tækifæri fyrir þau til að hittast heima á mér. Og honum. Sjá bara hvað gerist næst. Þetta er alveg plott. Þarna, I need an update. Já. I need an update. Náður mynd. Senda okkur update. Hvernig er þetta duldnar myndavélar? Ég er mjög forrödd það. Er þetta bara svona eins og við serðið bíómyndum? Svona nannycams eða eitthvað. Er þetta bara inn í bánsum eða hvar eru þær? I need answers. Já, en líka pældi hún er calm. Hún er bara... Þetta er the person I aspire to be. Þetta er bara alltaf hljómur eins og þú, sko. Nei, ég nefnilega ég myndi langa að vera þessi manneskja en ég er mjög hrædd að ef ég myndi fá þessu upplýsingar að vera að halda fram með mér að ég myndi bara eipsitta strax. Ég held ekki, sko. Heldur ekki ég geti verið bara Ég held að þetta verið nákvæmlega sem þú myndi gera. Ég bara, I love it for her, skilur. Kannski óviss það að þú ætlar að senda ykkur myndir, þú veist að fyrir til hvað er að gera þessu myndum. Já,
og bara já, þú gerir það sem þú gerir. Já. Við erum ekki ábyrgðir. Nei, við gerum það ekki. En við varum mjög til í update. Svo til í update. Þannig að þegar þú ert komin... Og bara detaila. Já. Bara, þú veist, bara, nei, svo mikið detaila. Ég veit hvað myndalar þetta eru og hvað þú sást. Já, byrst það með hugmyndir. Já, bara, nei, ertu ekki forvitin? Jú. Þú veist líka bara, ertu bara að kaupa fullt af GoPros, það var ekki dýrt. Nei, það er ekki GoPros, það er meira svona security system dæmi. Já. Er það ekki dýrt líka? Nei, jú, kannski, en þú veist, ég held samt bara svona heimamyndaðalega, það er alltaf bara starfpakki 100 skall, svo getur þú fengið alltaf fleiri vélar eða eitthvað. Það er svona 100 skall til þess að góma ykkur mynd, er það ekki alveg svo mikið? Nei, finnst þér það? Nei, kannski ekki. Já, en bara með vinkonniðinni heima þér. Já, það ég var eitthvað til að eyða rosalegum pening. Jú. En hvað myndi maður gera? Þetta er æsispennandi. Já, ég er bara að veit ekki. Mér finnst þetta bara mjög góð, veist, ég myndi alveg líka vilja sjá staðfestingu, sko. Já, I like your style. Bara segja það. Ég og vinkonum mína Catfishum kennaran okkar í MK og vorum búin að plana date í Mathöll. Nei, hvað með góður. Við byggðum fyrir utan og sáum hann kom í alvörunni, gátum ekki fyrirgefið okkur eftir þetta, sérstaklega í tímum hjá honum. Þetta er ógeðslega ljótt. Ljótt. Já, ég vonaði bara Catfishum sem fullorðin mannskjar. Já, ég held það. Já, það hlýtur að vera. Hlýtur að vera. Annars vorkinu var hann ekki neitt, sko. En ég vorkinu hann við hann. Ég held að þetta væri bara eitthvað konu á sínum aldrei. Já, og ég get ímyndað mér að það hefur verið svolítið súrt að sitja í tímunum hans eftir þetta, sko. Já. The shame. Já, shame. Ói. Herru, ég er hrifin af eldri manni sem er í sambandi. Úff. Get over it. That's not good. Já. Hóngríns. Get over it. Nei, en leiðilegt. Já. Umlegt. En gott þú kannst játa þetta. Mjög gott. Þú getur játað það hér. Já. Ég var með svona smá crush low-key hrifna gæja sem kom í ljós af að nauðgari. Trigger warning. Það er vont maður. Já. Bara ræðilegt. Ógeðslega ræðilegt að vera svona, oh my god, við erum hrifin af okkur og ímynda, og búin að gera eitthvað ímynda að mann eitthvað sé á x hátt. Svo bara, bara djöflanir og skannum bara hrikalega. Disgust. En gott að það var ekki komið lengra en það. Já, mjög ánægð með það. Algjörlega. Herru, ég er líka mjög ánægð með vöru mánaðarins. Já, fara blush. Já. 30% aldur. Þetta er Chica. Já. Chica. Tvöfaldu titrari, við höfum búin að fara yfir þetta krakkar 5 minúti þetta. Sem er hægt að hita upp. Í 38 gráður. Já, og tengja við app og fleiri stillingar og hleyfa ykkur öðrum að stjórna. Þetta er æsispennandi. Geggjað, sko. Hann er líka eitthvað svo cute á litin og eitthvað. Já, Sabrina Carpenter liturinn. Þannig að ef að, þegar að lita ykkur skemmtilegu til þess að kaupa ykkur, þá er þetta tilvalið tækifæri til þess að pröfa Chica frá Svacom. Það er bara alltaf tilvalið, sko. Já. Þannig að við mælum með að kíkja inn á blush.is og fylgist líka bara með þeim. Alls þar. Þau eru mjög fun. Very much fun. Það er ekki skemmtilegast að búið sem ég veit sko. Já, það er ævintýri heimi fullorðna-fólksins. Það er svolítið svo leys. Það er svolítið svo leys. Talandi svona fullorðna-fólksins. Bara, ætlum að minna aftur á að þið getið nælt ykkur í bíla. Í stuttalegu. Já. Sem er svo mikið snillt. 1 mánuð. Taka bara 1 mánuð. Og bara eins og er líka bara að vera með eitthvað sem býr úti og er að koma heim og getur mælt með þessu fyrir þau eða þið búið úti sem er að hlusta. Getur komið leikt bíl í 1 mánuð. Hvað er þægilegt? Þetta er rosalega sniðugt, sko. Já. Og þið fá 10.000 króna afslátt af fyrsta mánuðinum ef þið setja bara teboðið í komment. Þannig að þú getur byrjað að bóka bara 1 mánuð og svo framleitt bara eins og vilt sem er svo næst líka, sko. Þannig að þú veist bara prófa að vera á einhverjum næst bíl eða eitthvað. Já. Það er alveg næst, sko. Eins og við hefum sagt aður líka, bara trying to impress someone. Já. Þannig að það er alveg mjög sniðugt, sko. Tekkið alltaf á þessu, gólega.is. Já. Gerið það. Herru, mér líkar ekki við stjúpápa minn. Æ. Það eru klá margir hana. Já. Stjúpforeldrar er erfitt koncept. Það er alltaf erfitt að taka stjúpforeldrar í sátt, sko. Já. Því maður er alltaf með eitthvað svona resentment. Algjörlega. En svo til indislegt fólk sem stjúpfólk, sko, þetta algjörlega. Það er ekki alltaf skilið, en ég skil tilfinningur að vera eitthvað svona Já, bara you're an imposter. Já. En vonandi er hann samt góðu gæi og þú þarfst að gefa hann sjans. Vonum það. En annars, ef ekki, þá bara no chances. Stay away. Já. Svo er ég bara með
Ég er hrifin af gaur sem var með í grunnskóla en hann er samkynhneigður. Ok, það er alltaf leðilegt. Já, vont. Elsku mús. Erfitt. En get over it. Þetta var góð játning. Já, þetta var góð játning. Það er eitthvað viðkenna á hrifin af ykkur en svo er það bara samkynhneigður. Já, ég hef svo oft verið hrifin af ykkur sem er samkynhneigður. Það er svo pirrandi. Já. Dude. Kom með eitthvað dæmi. Oh my god, hver var það? Það er svo ógeðslega margir sem ég svona celebrity crushes. Já, ég er að hugsa þá, sko. Oh my god, veitu. Til dæmis Jonathan Bailey, úr Bridgerton og Wicked. Einmitt. Hann er samkynhneigður og ég var bara, þetta er alveg topic. Þetta er alveg topic, bara, já. Eitthvað, ég var ástfangin að samkynhneigður manni. Það er alveg erfitt, sko. Það er svo margir góði leikarar sem er alltaf að leika bara geðveikt gagginni hlutverk og maður er bara fell in love. Já, bara 100%, bara ástfangin. Svo er hann bara, já, hann mun aldrei vera ástfangin af þér. Nei, það er svo vont. ógeðslega leiðilegt. En samt líka svona, ég veit rætti það að fei samt líka svona, já, þá fær engin önnur hann. Já, sammála. Það ekki? Það er smá svona gott. Ég horfði bara náttúrulega á það öðruvísi, skilur. Já. Það er bara þegar við pínu að tala leikara núna, ég verða segja fréttir sem ég var að sjá, að það er verið að remaka American Psycho. Er það? Patrick Bateman. Já. Hver er leikan? Það eru nokkrir á lista sem getur komið til greina. Efstur er Patrick Schwarzenegger. Að það? Já. Vá, hann væri fullkomin fyrir þetta. Hann væri fullkomin fyrir þetta. Af því hann er það góður leikari, hann getur leikið ótrúlega unlikable characters. Já, hann er það góður og hann heit líka Patrick. True. Það er svo gott. Já. En aðrir sem voru að lista er Jacob Elordi. Já, hann getur alveg góður líka, en ég held samt að Patrick væri betri. Já, ég held að Patrick væri betri, en ég er alveg til að horfa á Jacob. Alltaf til. Svo er Austin Butler. Sé það minnst? Já, ég líka. Sko ég meina? Hann er mikið Elvis bara eitthvað. Já, og hver var síðasti? Sem var líka á listanum? Já, Robert Pattinson. Hann gæti það ekki heldur. Ég get séð fyrir mér Patrick og Patrick er bara of gott match. Hann er bara alveg, já. Ég sé hann bara fyrir mér bara. Ég hef aldrei séð American Psycho. Hæ? Já. Akkur þá segir mér þessu fréttir? Út af við höfum talað American Psycho. Veistu bara eitthvað hvað hún er? Já, út af því mannst ekki þegar við fengum var live show nummer 2 hjá okkur, þegar vorum að fara við datesögur og það var eina að segja okkur hvernig hún var að data út gaur og þú varst bara, oh my god, hann er alveg svo American Psycho. Já. Þannig ég hef aldrei séð hana. En þú bara manst það. En ég man þetta. Já, ég man þetta sko. Þetta er alveg, þú var alveg að sjá hann. Við getum horta á hann þegar við varum úti. Ég var að hugsa, getum við horta á hana? Við getum gert það. En hún er alveg, þú veist, hann hata bara konur og okkur sko. Já, hann er bara ógeðslegur, já, ég vissi það. Sko. En Christian Bale var frábær. Já, var góður í þessu hlutverki sko. En var ekki líka hvað heitir hún, Reese Witherspoon í þessari mynd? Jú, ég held það. Ok, ég elska hana. Já, við erum bara að taka bara svona movie nights. Svo til það. Mjög spennt. Það er langt sem ég hefur bara movie nights. Einmitt, það eina sem er leiðilegt, það getum ekki verið með besties með okkur. Það er reyndar. Við getum tekið dívuna. Við tökum hana með. Já. 100%. Gerum alltaf poppið eða eitthvað. Já, þú veist, þegar bara þurfum að hella á annan ís, sko. Hæ? Við þurfum bara að setja hana á eitthvað nýs, skilur. Ég þetta að taka með þessu frystikælubox, eða? Æslandir, er þetta að taka með sér frystikælubox? Er ykkur að vinna inn á Æslandir? Það væri mjög sniðugt. Já, það var gæt. Hvað er þetta best í sér flugvélar? Eru flugvélar með frysti? Nei, ég held ekki. Dæmt. Ættum að framleiða þannig flugvélar. Það væri mjög sniðugt flugvélar. Sumar flugvélar eru með sturtur, sko. Sem er ekki með frysti. Ok, ég held að þannig Emirates vélar eru með frysti, sko. Þú getur örugglega fengið ís, en ekki þessar venjulegu Boeing eða sko, nei. Sem við þekkjum. En jú, ég mun vissulega sakna bestis í hitanum sérstaklega. Við erum bara að borða nóg á honum áður við förum. Já, og svo bara koma heim og borða nóg aftur. Já. Og þið verður bara að borða eins og mikið af bestis og þið getið á meðan. Þið eru bestisvaktinni. Já. Þið verður að sjá þetta meðan við erum úti. Það ekki? Já. Ég held það. En ég er að kafna úr hita. Ég líka, mér er svo heitt. Við verðum að komast út úr stúdíu. Nei, alveg, við verðum að komast út úr stúdíu. Þetta er rosalegt. Ég er búin að fara úr skónum og ég þarf bara að skipta ból, sko. Nei, ég líka. Bara, þetta er hræðilegt. Þannig að við byrjum forláts að við hljómum sveittar hérna. Við hljómum mjög sveittar. En klossinu er það góður. Það ekki? Jú. Samt þegar maður búin að drekka á eitthvað. Já, hann er góður, sko. Líka. Ok, frábært, ég elska það.
En annars bara, we love you guys. Við sjáum því næstu viku eða í áskriftinni. Já. Until next time. Bye.